Jæja, velkomin í þessa yfirferð. Í dag ætlum við að kafa ofan í hreint út sagt frábæra málfræðilega umbreytingu. Við erum að fara að skoða hvernig við getum tekið algengar og oft svona frekkar klunnalegar setningar og hreinlega straumlínulagar þær yfir í mun fágaðra og akademiskara orðalag. Þetta er algjör líkars fyrir okkur öll sem viljum hljóma faglari í skrifum. Málið er nefnilega að galdurinn liggur oftar en ekki í því að bæta við flóknum orðum, heldur þvert á móti að fækka þeim á hnyttmiðaðan og markvissan hátt. Sem leiðir okkur að mjög áhugaverðri spurningu. Hvað er það nákvæmlega sem gerir skrifi raunverulega hásteglega og lyftir texta upp á hærra plan? Sko þegar við skrifum formlegan texta höfum oft ríka tilhneigingu til að ofnota allskyns samtengingar. Orð eins og because, when eða after. Og já, þau eru algjörlega málfræðilega rétt, ekkert að því út af fyrir sig. En vandamálið er að ef við reiðum okkur of á þessu orð, þá getur textin byrjað að hljóa ofur reynfaldur. Hann missir þannig faglega þunga, skiljið þið. Markmiðið hér er að stíga skrefinu lengra, uppfara stílinn og forðast að textin hljómi nokkrum tíman eins og hann sé á grunnstígi. Hluti 1 listin að einfalda. Heyrðu, vindum okkur bara beint í þessa málfræðilegu yfirhaldningu. Hér erum við að horfa á aðferð sem tekur skrif af hefbundinu B1 millistigi og bókstaflega lyftir þeim beint upp á C1 eða C2 getustig. Með því einu að tilenga sér þessa tækni þá umbreytist allt yfirbragð textans. Ef við skoðum skilgreininguna aðeins, þessi einfaldun eða styrting á setningum snýst í grunninum útilokun. Við erum að fella út samtengingar, henda út frumlaginu og breyta svo sagnorðunum í kjólfarið. Og hvers vegna í ósköpunum ættu að standa í þessu? Jú, rannsóknir á textabyggingu sýna að þetta eykur verulega bæði flæðið og þannan eftirsótta faglega þéttleika. Þetta er hreinlega leynivopni til að hljóma faglegra á augabræði bara með því að fjarlæga óþarfa orð sem halda aftur af okkur. Og skrefin að baki þessu, þau eru heilandi í allri sinni einfaldni. Við erum bókstaflega að stroka út orð. Skref 1 sýnir hvernig samtengingin hverfur bara alveg að sjónasviðinu og frumlagið fíkur með henni. Svo, í skrefi 2 tekur sögnin stakkaskiptum. Við bætum annaðáttur engungu endingu við hana eða notum formið having pluss sögnummer 3. Að horfa á orðin hverfa svona og bygginguna umbreytast er virkilega áhrifarík leið til að sjá hvernig við getum upphað geiði textans á svona hreinan, tæknilegan máta. Hluti 2. Að einfalda yfirstandandi aðgerðir. Leifum þessu að byggjast aðeins upp og skoðum fyrstu sértæku umbreytinguna. Hér ætlum að einbeita okkur sérstaklega að því að fjarlægja orðið because sem er klárlega ein algengsta samtengingin í grunnskrifum. Tilgangurinn? Að búa til hnökralausara flæði. Við erum hérna með frábæran samanbúr sem sýnir þetta í verki. Skoðum fyrst þessa hefbundnu B1-setningu. Because he was tired, he went to bed. Hún er svona aðeins of þunglamalög og brýtur upp flæðið. En ef við berum þetta nú saman við C1 akademiska stíið, being tired, he went to bed. Heyriði munnin. Maður tekur algjörlega strax eftir uppfæslunni í hjómunum. Umskiptin yfir í þessa stuttu nittmiðru byrjun gera það að verkum að setningin hljómar mun áreiðanlegri, hún rennur betur og sýnir rosaða fágað vald á tungumálinu. Hluti 3. Að einfalda lóknar ágeðir í þáttíð. Nú, það sem er virkilega áhugavert hér er hvernig aðlagast þessi regla þegar við skiptum yfir í annað tímaform. Önnur umbreytingin okkar tekur á aðgerðum sem eru hreinlega búnar að fullu yfirstaðnar í þáttíð. Hér eru við að losa okkur við samtenginguna after sem á það til að gera langar þáttíðarsetningar óþarflega flóknar í upplestri. Kíkjum á samanburðin. B1 stigið segir After he had finished the report, he left. Aftur, þessi smávegis nökkri sem stafar af aftur orðinu. En svo skiptum við yfir í fáuðu C1 uppbygginguna. Having finished the report, he left. Allt yfirbráðu breytist. Það er svo miklu mikkra. Að stökka úr þessari klunnalegu framsetningu yfir í svona hástiglegt orðalag sýnir nákvæmlega hvernig ákveðin þéttleiki vinnur með flæðinu algjörlega í stað þess að vinna gegn því. Hluti 4. Guldna reglan. En heyrðu, áður en við förum öll af stað og klippum út orð hægri vinstri, þá er ein mjög ströng takmörkun sem við verðum hreinlega að ræða. Svo, kjarni málsins er þessi. Það ríkir algild gullin regla í þessum fræðum sem við verðum skilyrðislaust að uppfylla áður nokkru er eitt úr textanum. Annars fellur þessi tækni algjörlega sjálfa sig. Fyrst og fremst, og þetta skiptir sköpum, verður frumlagið í báðum hluta setningarinnar að vera nákvæmlega það sama. Ef frumlögin stemma ekki, þá getum við ekki notað þessa aðferð. Svo einfalt er það.
En ef þetta skilyrði uppfyllt, þá leikurinn auðveldur. Fyrir yfirstandandi eða almennar aðgerðir skellum við ing-endingu á sögnina. Og fyrir aðgerðir sem lúku af fullu í þátíð notum við having pluss lýsingarhátt þátíðar, eða sögnúmer through, alveg í upphafi setningarinnar. Þetta rökrétta og kerfisbundna flæði nákvæmlega það sem skapar alvöru akademískan þekkileika. Og þetta undirstrikar í raun eitt mjög stórt atriði. Að ná fullkomnum tökum á því sem við skiljum eftir utan setningarinnar nefnilega alveg jafn mikilvægt og það sem við ákveðum að setja inn í hana. Þetta fær mann svolítið til að hugsa, það ekki? Gæti verið að raunverulega fagmennska og framþróun í skrifum sé einmitt falin í listinni að þegja á réttum stöðum og leyfa örfáum hnitmiðuðum orðum að bera uppi allan þungan. Þetta á minnstakosti klárilega tækni sem vert að tilenga sér. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.